Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst eru þeir komnir til okkar, Herra Norðurljós, verið velkomnir. Takk fyrir það. Þið eruð að undirbúa jólatónleika, segið okkur aðeins frá Norðurljósum. Já, Norðurljósin eru tónleikar sem við komum að laggirna fyrir 4 mánuðum síðan. Já, þetta eru fjóra skipti. Fjóra skiptið og það ár nefndi enginn að koma með jólatónleika til Akureyrar. Já. Það tók því ekki. Baggalútur voru bara 20 sinnum í Háskólabíói. Það var ekkert vesen. Og okkur fannst vera svona skortur á stuði. Já. Þannig að við héldum jólatónleika og hófum bara saman norðlenskum tónlistarmönnum. Akkurat. Og þið hafa verið nú svolítið trendsetterar því það virðist vera dálítið mikið úrval af jólatónleikum í ár. Já. Fólk virðist hafa séð það svona í framhaldinu. Varist eftirlíkingar. Já, varist eftirlíkingar. En hvernig ætlið þið að setja þetta upp í ár? Hverjir eru að koma og hvaða lög eru þetta og svona, eða er þetta kannski bara copy-paste? Við reynum alltaf að tengja svona við Norðurland svolítið með náttúrulega hljómsveitin og er allir frá Akureyri og Kammerkórinn Ísold. Kammerkórinn Ísold líka og svo reynum við að láta söngvarar tengjast Akureyri. Við erum núna með Andreu Gylfa til dæmis, sem kom einmitt til Akureyrar Vestló 95. Já, var það ekki? Hún er flutt til Akureyrar. Hún er fluttinga bara til að vera með þessum tónleikum. Já. Búin að búa hérna í marga mánuði. Hún býr hérna núna. Nákvæmlega. Bara til að vera með þessum tónleikum. Já, minnst það bara, hún leggur á sig. Já. Við erum með Valdimar Guðmundsson sem er náttúrulega frá Keflavík. Sem er Akureyri náttúrulega varaflugvöllur fyrir Keflavík. Já. Það er tenging þarna. Sko. Svo erum við með Óskar Pétursson. Hann er úr Skagafirði. Sem er bara hinum með í fjalli. Ég er búinn að vera búsettur bara í 45 ár en ég er Skagafirðingur sko. Já. Hvenær verður maður Akureyringur, Óskar? Ég bara fæddur hérna. Já, það er bara þannig. Það er bara á fjórðungssjúkrahúsinu eða ekkert. Ok. Ég meina ef þú lætur möstubíl standa inn á gólfi í Volvo-umboði, hann verður ekkert að Volvo eftir 40 ár. Hann verður alltaf Mazda. Það er bara þannig. Já. Ok. Þetta er besta útskýringin sem ég hef heyrt af þessu hingað til. Þannig að í rauninu, það er engin Akureyringur hérna. Nei. Svo erum við með Ernu Hrönn. Næstu því. Já. Hún er Akureyringur. Erna Hrönn. Er hún fædd á fjórðungssjúkrahúsinu? Já, ég ætla að segja það. Ok. Ég var reyndar ekki viðstaddur. Hún er náttúrulega alin upp inn í Firði, sko. Já. Það er nú ekki henni að kenna. Nei. En, jú, ég held að sleppi. Andrea fæddist hér. Já. Andrea fæddist hér. Andrea fæddist. Andrea fæddist hér, já. Þannig að hún er eini Akureyringurinn í hópnum. Steppi Jak, Mýrasveit. Já. Svona Norðurland. Þetta er samt norðurljósin, sko. Já. Þetta má vera Norðurland. Já. Eða bara norður. Helga Möller, auðvitað. Ung frú Jól. Hún er svona international. Hún er náttúrulega bara Ísland, sko. Já. Það er allt. Hún er jólin. Við kallum hana mömmu jól. Mömmu Jól, já, þetta. En það að vera, þið ætlaði að vera í Hófi, er það ekki? 8. og 9. desember. 8. og 9. desember í Hófi. Já. Er þetta hátíðlegt eða þið eru náttúrulega allir, hvað maður segja? Hugmyndin var, fyrsta auglýsingin sem við gáum út var hátíðlegir jólatónleikar í Hófi og það gekk í svona 8 mínútur og 14 sekúndur. Þá voru Óskar og Helga Möller saman á sviðinu og byrjuðu að klæmast. Nei! Jú, víst! Nei. Þú kallaðir hana diskókúlu, að því hún var einhverju palliettukjól og eftir það fór allt í fjandans. Þetta vill svona leysast upp í smá svona... Það var þetta að skera andrúmsloftið með hníf. Þið verðuð að athuga það að það er alltaf sagt sko gleðileg jól á að vera glaður. Já. Já. Við höfum svolítið fært okkur frá hátíðleikanum yfir í að hafa gaman að þessu. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt, já. Og þessi hópur, hvernig er þetta þegar þið eru orðnir svona vanir? Æfið þið eitthvað? Eða eru þið bara Þetta var nú óþarfi. Já, nei, ég meina, er maður bara fullmótaður eða þarf að undirbúa svona mikið? Við æfum. Við æfum. Alveg helling. Já, við æfum talsveit mikið. Æfum eiginlega allt of mikið. Já. Ég segi við en ég mæti samt eiginlega aldrei. Nei. Hljómsveitin mætir. Já. Og Magni á að vera í hljómsveitinni, sko. Já, ég er gítar. Þeir æfa bara sem þurfa að æfa. Ég er búinn að æfa, eins og einhver sagði. Nei, við leggjum mikið metnað í þetta, við viljum hafa þetta alveg gjörsamlega niðurnelt og flott. Þannig að þó þetta sé gleði og húmor og þá er þetta líka svona í bland við hátíðleikann og alvarleikann og það er hægt að vera faglegur og þess að vera leiðilegur. Já, við meinum sér að sko, hátíðleikinn kemur líka á sko, þetta er föstudagslaugardag og á föstudeginum höfum við alltaf verið með krakkatónleika. Klukkan 11 morguninn höfum við boðið með Hófi, sem með MAG. MAG hefur séð að bjóða öllum fyrstu bekkingum á Akureyri í svona 45 mínútna sprell. Það er þar sem við spilum nokkur af jólalögunum sem við erum að spila og svo bara tökum við eitthvað, látum þau syngja og
Vanalega svona þegar klukkan slær 12 þá bara erum við tilbúin að opna pakkana. Við erum komin í svo mikið stuð, sko. Já, Þannig hljómar vel. Gríðarlega gaman að byrja á þessu. Indislegt bara. Já. Og eru þeir góðir við þig, Óskar minn? Hæ? Eru þeir góðir við þig? Já, þið sjá svona Drengirnir? gaman mann upp á sviði og svona, Já. og það er gaman. Sko þægilega við Óskar er að eins og allt annað fer þetta svolítið fram á Facebook. Hvaða lög ætlið að taka á, hvenær er æfing. Hann er ekkert þar. Óskar er ekki á internetinu. Nei, þannig að þið sendi honum alltaf dúfu. Já, hún fraus. Týndist í. Þess svona mætir hann ekki. Nei, við treystum honum fullkomlega. Já, auðvitað. Ég efast að hefur hugmyndu hvaða lög hann er að fara að syngja á tónleikum. En það var væntanlega miðasala á mag.is ef ég þekki þetta nú allt saman rétt. Jú, rétt er það. Það er reyndar eiginlega uppselt á laugardeginum, en það er hægt að mæta á föstudeginum. Það er eitthvað með eftir á föstudagskvöldinu. Þetta eru fernir tónleikar. Já. 2 á föstudagskvöldinu, 2 á laugardags. Frábært. En er ekki hægt að plata ykkur til að taka lag? Ég veit nú svo skemmtilega til. Hvurslags, þú ert bara með gítar. Ég kom með textana því að sko, við syngjum ekkert endilega þetta lag. En ertu nokkuð með eista? Við erum líka með eista. Þannig er einn eisti með Viktoríu með sér. Sumarliðið ætlar að sjá hægri hendina á mér því að þetta er svolítið þröngt. Já, þetta er líka hægt svona. Þröngt? Það er smá þröngt. Svona. Prófum þetta bara. Þetta er í bes. Kaldur og þú bæti bíli mín. Hvíti frostið vinnar mér sem galdur. Held ég heim á ný og heldur sé hann napur og gatan enn sé greið og finn ég hann á ofur hvítur dapur. Það snjóar, í hjarta mér það snjóar, bara snjóar. Samt held ég heilu jól, og harðir blási vindar, þá rísa úr austri sól, sem allar sorgir lindar. Núna held ég heim til þín, hringhvít fönnin. Stay